Ok, fyrsta, já, það tvennt sem ég ætlaði að gera fyrst. Ég ætlaði að bæta upp fyrir það sem ég glemdi að segja ykkur. Fyrsta sem ég glemdi að segja ykkur var svo sem ekkert rosalega merkilegt, en það tengist templateum. Öll template, af því að nú, ég er enda ekkert búin að vera eitthvað harður á því að segja ykkur að skipta í kóðanum eitthvað niður í H og CPP-skrár. Þetta er eitthvað svona C++ specific, það er því. Fyrsta, já, það tvennt sem ég ætlaði að gera fyrst. Hvað er að gerast? Fyrsta sem ég glemdi að segja ykkur var... Sus! Best. Og þetta náðist allt saman á filmu. Ok, þetta getur gerst. Jæja, er allir maður að ná sér? Ekki ég. Ok, byrjum aftur, eða þú veist. Ekki samt svona byrjum aftur, heldur ég byrja aftur. Já, það sem ég ætla að segja ykkur fyrst er það sem að tengist templateum. Og template, af því að ég sagði ykkur það, template er ekki C++-kóði, heldur er bara svona template á C++-kóða, svona sniðmátt á kóða. Það sem að C++ síðan tekur og copy-pastar inn í þegar við erum búin að gefa templateinu einhverja parametra. Og já, ég verði að tala C++ háskrá. Venjulega þá myndum við setja allar yfirlýsingar á föllum og klösum og svoleiðis í C-skrá sem við kallum þessa háskrá og svo setjum við útfærslunni í einhverja CPP-skrá. Þetta er eitthvað svona rosalega mikið C++ specific því muni ekki lenda í mörgum forritunarmálum. Þú veist, og ef einhver fer að vinna í einhver öðrum C++, þá efast ég myndi nokkuð tíðan lenda í öðru eins forritunarmáli sem að biður eitthvað slíkt. Þannig að ég hef ekki verið náttúrulega harður á því að gera þetta og ég er sjálfur sér alveg saman þó allt sé útfært á einhvern stöðum. En þegar kemur að templateum þá verða þau öll að vera útfærð í háskránni. Ástæðan fyrir því er að við erum ekki með neina útfærslu ennþá. Það er að segja að templatein er ekki C++-kóði, þannig að hann þýðandi verður að hafa aðgang að öllu templatein í heild sinni þegar hann er að þýða kóða. Og það eru mjög bara tæknilegar ástæður fyrir því, en pointið komur ekki með neitt annað mér. Það var samfælding, það var getið lótið það. Nice. Þannig já, það er tæknilegar ástæður, en pointið er, ef við erum að gera template, þá hefur öll að vera í háskrá. Og mér ætla ég ekki að segja það. Svo er annað sem ég ætla að sýna ykkur núna. Það er annað sem ég gleymdi að tala um. Og það er eitthvað sem þið sáðu fyrir þá sem að því að ástæðan fyrir því að ég spurði ykkur út í hvort þið voru búin að skoða skilagrinnið er að þið hafa kannski rekist á eitthvað þar sem þið hafa ekki séð áður. Og ég er enda minntist á aðeins þegar ég var hérna í ykkur flippi að tala template metaprogrammi. Eitthvað sem er Enum. Ég hafa kannski séð þetta í webforðin fyrir þá sem eru í webforðin, sorry. Namaste. Eina mínútu, ok, þá ætla ég að taka 2 mínútur og vera 2,5 betur en Patrekur. Ok, Enum, hvað er Enum? Ég mæri einhvern tímann hafði þið kannski lent í því þegar þið eru að skrifa forrit, já, kannski já, skundi. Munið þið þegar við vorum að gera skunda? Í fyrra væri með 2 skundar hérna, þannig að þið sluppuðu vel. Þegar við vorum að gera skunda, þá vorum við með eitthvað svona direction. Það er saman með þetta int direction og það byrjaði sem 0 og svo þú veist, ef við vildum að það þýddi kannski norður eitthvað svoleiðis og svo ef við vildum að snýra sér til hægri, þá vorum við kannski með, þú veist, svo við plus plus og vinstri, þá svo við mínus mínus og mótjúluðum við
eitthvað sniðugt við 4. Já! Það var eitt krúsjál skrif sem ég gleymdi. Fyrir utan það, þú veist, að spila fyrirlesturinn í fyrirlesturinn. Já, námskeið. Kristín á afmæli í dag og Sigríður líka. Já, það sem ég ætla að segja ykkur, já. Við munum eftir þessu, við Skunda. Við þurfum að geyma eitthvað það sem að þetta er oft kallað svona magic numbers, eða magic constants. Við þurfum að geyma eitthvað svona, einhverjar upplýsingar og það er geymt í einhverjum myntingurum. 0 þýðir norður, eða austur, eða vestur, eða suður, eða norðvestur, eða suðaustur, eða eitthvað svoleiðis. Og það er ástæðan fyrir því að þetta orð er yfirleitt svona sett í, þegar menn tala svona magic numbers, svona magic constants, þá er það yfirleitt í slæmu samhengi. Af því að þetta er eitthvað sem við ættum ekki að gera. Af því að ef ykkur er að taka við kóðunum okkar og við, að jafnvel þú veist, kommentum alltaf rosalega vel bara á, þú veist, við setjum þetta 0, þýðir sko norður og þú veist, 1 þýðir vestur eða eitthvað. Þá er þetta samt, þú veist, ef ykkur er vinni ykkur stóru kerfi, þú veist, þá þarf hann alltaf að fara aftur inn í þessa línu bara, hvað þýtti eftir 1 og 4 og 12 og eitthvað. Og lausnin við þessum magic konstantum eru ínum. Og þá ínum er í rauninni bara, það myndum við búið til hérna, þetta til þess, ínum direction, og þá heitir bara búið til eitthvað sem heitir direction, ínum, og það er yfirleitt, það er eitthvað svona hefð fyrir því að hafa þetta í all caps, það er ekki í öllum forritunum, til dæmis C# er ekki með þannig. Það er engin skylda, þú veist, þið fáið ekki þýðingavillu ef þið gerir þetta ekki í caps. En það sem að ínum er ekkert annað en integer. Ínum er ekkert annað en integer. Þetta er bara annað view on og int. En það sem er gert hérna er það er búið til bara fastar. Þannig að það sem er gert, í rauninni það sem þetta gerir er bara í rauninni að segja const, int, north, jafnt og 0. Og east, jafnt og 1. Þetta er eina sem gerist á baki tjöldin. Þannig að kóðuleikum myndi virka eins ef þið myndi gera þetta fyrir utan 1. Þið getur núna búið til fall sem segir hérna ímyndum okkur með Skunda og verðum með hérna update position eitthvað laus og það tæki inn direct og eitthvað position. Og það myndi uppfæra positionu eitthvað laus, það væri kannski x og y. Það segjum hérna int x og int y þegar ég nenni ekki búið til position struct. Og það myndi uppfæra bara, við myndum aðhenda honum eitthvað x og y og hann myndi uppfæra það eftir í hvaða direction hann væri í. Þannig að þú veist, þetta væri eins og við Skunda ef hann verið að fara að sjá s og direction hans væri suður, þá myndi hann, þú veist, lækka y hitti. Það sem að við græðum á þessu ínami hérna er að skiptir ekki máli bara, þetta er voidfall, sleppt út þessu nefn, þannig að ef við köllum hérna á update pos og þá getum við sagt hérna til dæmis við vísum í norður og það er x og y. Þetta þýðist, auðvitað gerist ekki neitt. En setjum inn einhverja tölu, eins og til dæmis þegar við vorum hérna með tölunar, þá kvartar Silverblue og segir, ég kann ekki breyta, hann kann að breyta, en hann segir, ég kann ekki implicitly að breyta integer í direction. Þannig að ef við ætlum að
virkilega vera að fikta með þessi direction semintegra sem við getum gert, þá þurfum við explicitly að segja Zero Blues, ég vil að þetta sé direction. Hvað svo gerist hérna veit ég ekki, en hann allavega þýðir þetta. Við erum náttúrulega eigum bara direction sem eru 0, 1, 0, 2 og 3. Þannig að væntanlega mun bara switch case sem er að vera í þessu eða eitthvað, það myndi bara feila. En já, þannig að þá erum við búin að koma með rauninni þýðandan með okkur í lið. Þú veist, þegar við erum að senda eitthvað inn í fallið, þá verður að vera að típunum direction. Já, og það er eitt reyndar sem að flest forritunarmál eru með, að hérna myndum maður þurfa að segja direction punktur, kannski virkar þetta líka? Nei. Í flestum allavega sem ég sé sjálf og ég held í jáleika, þá þurfum við að segja direction punktur ís. Já. Það þurfum að segja sko direction punktur ís til þess að segja að þetta ínum er það sem við erum að nota. En í Zero Blues fer þetta allt í sama namespace sem er svolítið slæmt. En það er bara eins og Zero Blues gerir það. Annað sem að, já eins og ég segi, við getum unnið með þetta sem integra og við getum ákveðið, þú veist, north er 0 og ef við segjum 0 hérna þá labbar hann áfram að segja, ok, east er 1 og south er 2 og svona veist, þetta er það sem að gerist default. Ég geti líka sagt bara north er 12 eða einhverju sem voru með verðum sem gráður eða við viljum hafa þetta north er 90 gráður. Já, þú veist, starffræðilega með þetta sens. East er það 0 gráður, já, south er 180. South er 270 eða 279 og west er 180. Við ráðum alveg hvernig við gerum þetta. Ínamið er bara tölur. Þetta eru bara integrar, við erum bara að gefa þeim nöfn. Og við getum samt unnið með þá, alveg eins og alveg eins og við vorum með alveg eins og við gerum með tölurnar í skundaverknum, hvernig var þetta? North, East, South, West, ok. En til dæmis ef við viljum gera hvað var þetta? Rotate right, eitthvað, segjum svo við ætlum að útfæra eitthvað rotate right fall, þannig sem að segja að snúa sér til hægri. Þá getum við tekið inn gerum þetta ella, segjum að skilja direction og takið við direction. Þannig að hann tekur ykkur directioni og skilar því directioni þegar það búið að snúa hann til eitt til hægri. Þannig að norður er það austur, suður er þið vestur, austur er þið suður og vestur er þið norður. Þeir sem eru heima er að missa á snúningsdansinu mínu. Þá þurfum við ekki að gera sko, af því að þetta eru bara integrar á baki tjöldin, þá þurfum við ekki að gera eitthvað svona ógeðslegt switch case eins og það. Ef að direction er norður, þá ætlum ég að skila austur. Ef að það er austur, þá ætlum ég að skila suður. Af því að við vitum þetta, þá getum við bara sagt, við getum bara unnið með þetta tímabundið sem integra, sagt bara, ok, það sem við viljum er að við viljum taka D og leggja einn mið, og ástæðan fyrir því að það virkar er að ég stilti þessu réttu. Ef þið breytt röðinni hérna, þá hefði þetta ekki virkað. Af því að það sem ég fæ við hægri snúning frá norður er austur, suður, vestur og svo vestur, þá fer ég aftur í norður. Já, vá. Þannig að ég get sagt ég pluss 1. Þetta eru bara integrar. Og geti gert eitthvað svona. Og auðvitað þarf ég að hafa það mót 4 af því að ég vil ekki skila 5 af því að Zero Blues veit ekkert hvað það er. Hann kvartar samt, hann segir, ég kann ekki breyta int yfir í direction. Það er alveg eðlilegt, það make alveg sense. Þá verðum við bara explicitly að segja honum, ok, ég vil túlka þetta núna sem direction. Þannig að leggja east við, já, það myndi make a sense, sko, en það make a svolítið lítið sense. Já, en það myndi skila þér alveg að mikil villur, sko. Hvað spurning var? Góð spurning. Ef við myndum leggja hérna east við.
Og túlkar hann þetta ennþá sem integer, af því að plúsvirkinn skilur integer sama hvað hann tekur inn. Ef ég myndi skila integer, á einhverjum tímapunkti ég að taka við direction, ef ég var að uppfæra eitthvað direction fyrirbæri hjá mér, þá ég bara að kasta því sem að kemur út. Geti ekki breytt öllum directionum integer? Jú, en það mitt svona defæra svolítið pointið af því að vera með enum. Það akkurat það sem enum er að reyna að leysa, er að við séum ekki nota eitthvað svona töfratölur, heldur erum við með eitthvað fast undir fótum sem að heitir enum. Já, nú fengum við C++ spurningu, hver er munurinn á static cast? Sko, það til eitthvað svona 20 tegundir af kasti hérna í C++. Það til dynamic cast, dynamic pointer cast og það til eitthvað fullt og ég þekki engan veginn munurinn. Ég veit að static cast er eitthvað sem er gert bara á þýðingatíma. Það er bara eitthvað sem að þýðandi getur gert. Hver er munurinn á því og gamla góða kast, þetta hérna gamla góða C-kastið. Þannig að segjum við bara C++ og þetta virkar líka. Svo það séu hennu. Svona lítur kast út líka í C# og í Java og fleiri stöðum. Þá setjum við bara nýju típuna á hlutnum inn í sviga fyrir framann og þá túlkar þýðandinn það ef hann getur. Eða þýðandinn það sem fyrirbæri sem er eftir ef hann getur. Veist, ef við erum að reyna að gera eitthvað svona, þá kastar hann yfir því. Veist, hann kann ekki breyta integer í character array, en hann kann að breyta integer í direction. Þetta er af einhverjum ástæðum talið ekki alveg jafn öruggt í C++ af því að það er hægt að gera einhverjum svona shady hluti með þessu. Ég hef samt ekki hugmynd af hverju, þannig að þið verðið að finna einhvern C++ sérfræðing fyrir því. En já, þannig að ástæðan fyrir því, en þú veist, af hverju erum við það að þessu? Þetta var reyndar valið spurning um það ekki. Af hverju erum við að þessu ef við þurfum hvort alltaf að kasta hlutunum fram og tilbaka? Jú, ástæðan fyrir því er að þarna þurfum við virkilega að hugsa þú veist, þarna getum við bara narrað hlutina niður og örfáa staði þess að við erum að gera einhverja shady hluti eins og þarna, við erum að leggja direction saman sem meikar ekkert endilega sense, en það bara einfaldar kóðan okkar og virkar í þessu tilfelli, þá erum við að narrað það niður bara örfáa staði. Þannig að ef við vitum að það kemur upp einhver skrýtið milli, þá vitum við nákvæmlega hvað hún er, af því að alls staðar annars staðar sem að direction er, það er actual direction. Allt það er búin til eitthvað nýtt direction, það sem við erum ekki að kasta, sem er ekki að láta hluti hoppa milli integer og direction, þá vitum við að við erum með direction. Þannig að þá getum við garantera það að það sem við erum með er annarkvort north, east, south eða west. Við erum ekki með eitthvað annað. Þannig að það er hérna tilgangur enum. Svo er reyndar annað, það er hægt að gera svona alls konar cool trikk með enum. Og eitt af því sem hægt er að gera. Það er hvað það finnst. Já, ok. Skulum taka eitt fyrst líka. Það sýnir ykkur svona klassíska, þegar einhver er að tala um enum, þá heyrið þið spil. Skulum taka þá það dæmi. Það er búin til hérna struct card eða playing card. Þá ætti það að hafa trend eða ekki, það ætti að hafa rank og suit eða ekki, sem sagt sort og ég kallar þetta alltaf hæð eða eitthvað annað. Hvað er rank á íslensku? Já, beint hvernig það hæð. Þannig að það er eitthvað rank og rank, suit. Rank er greinilega eitthvað innbyggt fall í einhverjum klasa, ég veit ekki okkur að það er grænt, en það er ekki frátekið orð, þannig að það er allt í grænt. Frátekið orðin er í blá. Þannig að, já, en hvað er slæmt við þetta? Int rank og int suit, þú veist, ef við ætlum að búa til hérna eitthvað smið sem er þá int Hvað er þetta? Jú, við getum frumstilt þetta fyrir bara með hverju sem er. Við getum frumstilt kart með -13 og 12 og líka ef við erum með
það er kannski svona augljóst svolítið með rankið, þú veist, 1 þýðir vantarlega ás og 13 þýðir vantarlega kóngur. En hvað þýðir 1 í sút? Eða 0? Eða 4? Eða 12? Já, það er bara eitthvað sem við verum ákveða. Þannig að þá getum við búið til hérna sút sem er þá hjarta og, nei, hérna, klubb segi. Þá getum við sagt bara að kart tekur inn bara sút. Getum við búið til kart með, þú veist, hjartakóng, uppleiðis. Og það verður jafnvel svona, sko, þannig er það svona aldrei á mörkunum, eigum við að hafa rank sem ínafn, af því að meirihlutin af því eru tölurnar sjálfar. En já, ég myndi gera það persónulega, af því að, þú veist, hvað þýðir þetta? Ég frekar það bara að fá viðvörun, heldur en að ef ykkur er að gera eitthvað svona seti hluti. Já, ég myndi líka gera hérna ínum rank. Og þá getum við einmitt gert hérna Ace, hann væri 1, það meikar sens að ásins sé 1 en ekki 0. Og svo, þú veist, getum við sett hérna 2, það verður það sjálfkrafa 2 og svo framvegis og enda sem þá Jack, Queen og svo King. Þetta ekki alltaf að setja inputu þegar leifarinn ekki að taka inn eitthvað sem ekki 7 eða eitthvað. Nei, akkurat. Svona, ég myndum okkur að ég hef skrifað hérna allar tölunar og segjum hérna, þá er þetta rank. Þyrfti ég þá ekki að sörsta? Nei, svo ef ég reyni þetta núna, segi 13, þá kvartar hann. Þannig að segir, ég kann ekki að breyta integer implicitly í rank. Hann stoppar þig. Þannig að þú verður þá annarkvort explicitly að breyta því og þá, þú veist, alltaf þurfum við að statikast, þá þurfum við bara að hugsa, þú veist, er þetta í lagi? Ættum við að geta betur? Eða við þurfum bara að segja það sem við ætlum að segja, það sem við meinum, basically. Þannig að hérna ætla ég að búa til hjartakóng. Og þá þýðist það. Þá er það til leið. Nei. Já, það eru 2 komur. Það er einmitt ástæðan fyrir ínuminu að við, þú veist, viljum stoppa allt svona, allavega að hægja okkur, þú veist. C++ stoppar ekki neitt, þið getið sett, keyrt ykkur fram í, ég meina, þú veist, þið getið skrifað assembly í C++, þannig að, þú veist, C++ er ekki að fara að stoppa ykkur í neinu, en þetta er bara, þetta er eitthvað sem hjálpar okkur við að maintaina okkur kóða og gera hann þægilegur að vinna í. Þetta er ekkert annað. En þú veist, þetta hjálpar okkur bara frá því að gera ykkur að bölva að vitleysu. Og þeim öðrum sem að vinna í okkur kóða. Já, svo er það hitt trikkið sem ég ætla að tala. Þetta er rosalega sniðugt. Svo er til svona trikk til að nota einu. Það er rosalega cool. Þá ætla ég aftur að fara töluleiki. Ég biðst afsökunar, sko, ég er ekki töluleikja maður, þannig ég veit ekki af hverju ég sæki öll mín inspiration í töluleiki, en eitt sem að það lendir oft í þegar maður er að smíða töluleiki er að til dæmis, ef við índum okkur hérna að spóla maður tilbaka og munum þegar við vorum að skoða vopnin. Það vorum með einhver ákveðna típur, munið að við vorum með eina típu sem var svona melee vopn og svo gastu ert það og þá var það orðið, getur við byssu og það. Þannig að við erum með hérna weapon type. Myndum okkur að það sé val. Og við erum með allan með svona 3 basic tegundir á vopnum. Það við erum náttúrulega með melee og við erum með range vopn. Og svo við hindur okkur séum með svona töfra vopn. Það getur galdra. Það eru eflaust fleiri. Einhverju sem að vilja bæta við þetta? Já, ég myndi svona setja hann í melee í flokkinn. Það er allavega erfitt, já, jafnvel range líka, sko.
en það bara þá eitt skot. Já, ok, þannig að, en málið það að ef við ætlum að eiga vopn, þá getur það til dæmis verið bæði, þú veist, við getum kannski lamið eitthvað með byssuna okkar og líka skotuvörni og jafnvel líka galdra með byssuna okkar, þú veist. Nú veit ég ekki meir, eins og ég segi, spil ekki tölvuleiki. En, þannig að sko, ef við ætlum að gera það með ínumum, þá þurftum við að gera, þú veist, bæta við, ok, þetta er, ef við ætlum að leyfa svo að eitthvað kombo af þessu, þá getum við sagt hérna, ok, þetta er, þú veist, melee and range, og svo, þú veist, melee og magic, og range og magic, og svo melee, range og magic. Þá erum við komið með 8 stykki eða 7 stykki, þetta. En síðan kemur ykkur bætið við hérna 4 tegundur á opninu, þá þurfum við að setja 15 stykki, svo bætir ykkur við 3 tegundina, þá setja 31 stykki, svo bætir ykkur við 7 tegundinni, þá erum við komin í 63 stykki, þannig að þetta er svona laust sem að skalast ekkert alltaf vel. Það getið kannski ímyndað ykkur. Það sjáum við það ekki annars. Já, þetta er náttúrulega 2 í enda hlutmengi í rauninni af ínamum sem við getum haft, eða þú veist, valmöguleikur sem við getum haft, þannig að þetta myndi skalast exponentially. Ef við ætlum að hafa, þú veist, 10 möguleika, þá þurftum við að gera 1000 tilfelli. Sem að ég myndi tákna sem svona, já, ef þið eru svona, setjast niður og alltaf að fara að skrifa 1000 línur að kóða, sem að þið svona vitið að geta verið autogenerator, þá skulle við svona aðeins taka skref tilbaka og pæli hvort það sé ekki eftir að gera það alveg ná. En eitt rosalega flott trikk sem hægt er að gera, af því að munið, við getum stillt gildin á þessum fyrirbærum. Þannig að það sem ég getur gert er að nota eitthvað sem að þið vil að rauðtala höfum, afsakið aftur. En ég mun útskjöra hvað það gerir. Ég getum gefið, já, það er eitthvað sama sem er ekki hérna. Það sem að þetta er rauninni bara 1, 2 og svo 4. Og við ætlum að hafa, já, fyrir þá, þið hafa ekki síðan þennan virkja vantarlega. Ha, já, en ekki þið, nei, ok. Það sem að þessi virki gerir, þetta er það sem að heitir bara shift virki. Í C++ og það sem hann gerir, er að hann tekur einhverja tölu, segjum við séum einhverja tölu á binary formi, svo að allar tölur náttúrulega í C++ eru geymdar undirliggjandi sem 32 bita binary tölur. Bara örgjörun horfa á þannig. Það er 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Þetta er svona klassísk tala í binary. Þannig að það sem þessi virki gerir er að hann bara tekur þessa binary tölu og bara shiftar öllum bitunum. Og klippir allt sem er af vinstra megin. Þannig að ef við erum með 0, 1, 1, 0, 1 og við kallum á shift 2 eitthvað svoleiðis, þá bara shiftar hann þessari tölu 2 til vinstri og bætir 0 við aftast. Hann bætir við 2 0 aftast, svo tekur hann þessa tölu, setur hingað 1, 0 og 1 og svo bara klippir hann á fremstu 2 bitina. Og þetta er í rauninni, í þessu tilfelli er þetta bara einföld leið til þess að reikna 2 í veldinu n, þar sem n er þessi tala hérna. En þetta er samt mikilvægt af því að ef við skoðum þessa tölu sem við erum að búa til hérna, ég sagði 1 shiftað 0. Þannig að hvað er 1 shiftað 0? Það er náttúrulega bara 1. Og svo sagði ég 1 shiftað 1, það er talan 2, sem er með 1 í öðru seti, og svo 1 shiftað 2, og það er 4. Þetta er 1, 2 og 4. Mikið rétt. Ok, af hverju valdi ég þessa tölur? Ef við, á vandamáli sem við erum að leysa, þú veist, ég vil bæði geta sagt eitthvað vopnur, bæði melee og range og jafnvel líka magic. Það getur verið bara eitthvað hérna samblanda af þessu öllu saman. Já, þá getur sagt, hérna weapon type, weapon type er melee og svo binary war magic.
Melee. Það sem að gerist á, þetta binary OR, fyrir það sem að tóku ekki hókun. Það segir, eins og hérna, melee og magic, þá er þetta hérna melee og þetta er magic. Þegar ég er að búa til nýja ínumið mitt, þá tekið þessa hérna tölu og orana saman við þessa tölu. Sem því að niðurstaðan verður 0, 1, 0, 1. Þannig að ég er í rauninni bara, í þessu ínumið er ég að láta bitana tákna, í bitana í tölunni tákna hvort að eitthvað sé sett eða ekki. Þetta er yfirleitt, það er oftast talað flagg þegar við erum með eitthvað svona. Þannig að þá erum við að tala að þetta hérna flagg er sett. Það er að segja að melee flaggið er sett og range flaggið er sett og magic flaggið er sett. Þið talaðum, ég hef vantilega heyrt þetta er mikið notað í svona low-level hlutum að tala flagg. Já. Og enn og aftur, þá virkar þetta ekki. Enn og aftur, þá þurfum við hérna að segja að því náttúrulega útkoman úr þessu er integer, þannig að við þurfum að kasta því yfir í weapon type og það er frekar safe hérna því að við erum að ORa saman bara 2 hluti úr weapon type. Já. Við þurfum ekki eiga töluna sem kemur út af þessu. Nei, af því að við getum bara búið til eitt stykki svona fall, bara sem að tekkar á því hvort að eitthvað flagg sé sett. Þá getum við sagt hérna weapon type flag og svo weapon type þá getum við bara sagt return hvað? Hvernig getum við séð hvort að flagg sé sett? Við getum líka bara gert það svona. Við getum ORað saman flagg og input og ef að flaggið er ekki sett, af því að flaggið náttúrulega er bara með 1 gaur setta. Þannig að eina leiðin til þess að fá ekki 0 út af þessu er ef að flaggið er sett líka í input. Já, flagg er þá einn af þessum gaurum. Þannig að þá getum við labbað í gegnum þetta og sagt melee þá getum við séð til dæmis að melee og range er sett, nei, melee og magic er sett en ekki range. Það sjáum við það. Ok, en þetta var svona side note, þið þurfum ekki að kunna þetta. Það er bara til að sýna ykkur að það er svona margt sniðugt að gera með ínum. Já, þú var þetta. Hæ? Já. Já, ekki þessu, nei. Þú veist, ef ég ákveða að þetta er tegundin í ínum mínu, þá get ég í rauninni bara verið með 30, cirka 32, jafnvel. En ég get samt haft, þú veist, 2 milljarða inn í ínumi, en þá er það bara að vera númerið sko eðlilega. Hérna er ég bara að velja tölunar. En já, í þessu, ég gæti líka gert, ef hefðu einhverja merkingu til dæmis, hvað ég að segja, melee og magic, segjum að hérna, Melagic var eitthvað að gefa þetta cool fyrirbæri sem var til. Þá getum við satt það bara sem 5. Já. Að 4 sé staðurinn. Ég skil ekki alveg hvað segir. Þá er það bara melee og range, já. Ef þú ert með 3, þá er það 2 biti settar og þá ertu í rauninni með samansafna tveimur, já. Hvað segir þetta aftast?
sem með einhverja tölur sem ekki í gerð. Gera það? Jú. Þú færð fimm eða eitthvað. Og segjum hún sem ekki með meðlæti, því að áðan þá komtur ekki að hún... Já. Ég má alltaf gera það, sko. Af því að í rauninni á bakvið spurningin var, við skrítið það með gera weapon type sem ekki hluta af típunni, en það má alltaf, af því að í rauninni weapon type á bakvið tjöldin bara integer. En já, þannig að hérna í rauninni að stíga svolítið út fyrir þann þægindahring að vera með á vörn. Þetta, þú veist, verður maður svolítið að vita, af því að sjá að hérna þarf ég alltaf að kasta öllu, sem þýðir að ég þarf að vera svolítið mikið að vera það hvað ég að gera. Sjáum að þetta í rauninni með logic. En já, þetta var bara svona hliðaskref bara til að sýna ykkur hvað enum geta verið cool og hip og töff og allt það. Ok, þá ætla ég að segja umfjöllun enum lokið, ekki nema að segja ykkur spurningar, fleiri. Bara ein spurning. Já, alltaf leið. Segja bara í meginni ramma bara. Segja bara vekkur það 10 jafnt og 73 eða. Það ekki skiptinu mál. 10 myndi bara hugsa að það væri bara eitthvað. Já. Bara, það alltaf leið. En akkurat, eins og ég segi, þarna þarf það samt explicitly að kasta því. Þannig að þá þarf þú að vera aðeins að hugsa þú veist, er ég að gera eitthvað shady eða er ég ekki að gera eitthvað shady? Þetta mjög shady, já. Það vissulega rétt. Já, svona eðlilegri nótkunn og ínum meira svona eins og við notum það í card og í direction og því það allt. Þetta svona eitthvað svona trikk sem maður getur notað að bara allan gott að vita því að maður þarf eftir á því að halda. Já. Og ég held jafnvel eitthvað í svona low level hlutum séu útfært svona, þannig að svona ágætt að vita af þessu. Það næsta sem ég ætla að tala er þetta hér. Ætla ég að segja hérna umfjöllunum því sem ég glemdi að segja ykkur frá, lokið, og þá ætla ég að halda áfram það sem frá var horfið. Og ég ætla að halda áfram að tala STL. Og ef við skoðum aðeins þau þá datastruktúra sem í boði í C++, eins og til dæmis set og map og allt þetta dót, þá í rauninni sjálf búin að útfæra megnið af, ef ekki, já, með allan stóran hluta af því sem í boði. Skoðum container sem eru gagnastruktúrar, þá eru búin að útfæra lista, map, queue, set, stack og vektor. Og já, það sem mest við C++ kemur seinna. Forward list í rauninni eitt annað en eintengdur listi, það bara eintengd útgáfa af list. Og svo að koma unordered map og unordered set. Ég sagði ykkur það að C++, gamla C++, ekki C++ 11, hafði ekki hasmap. Map og set voru bæði útfæra með binary search tree. Og eru. Þannig að þetta að koma það sem að koma nýtt inn þessi hasmap og hasset. Þannig að þeir eru búin að útfæra þetta allt saman sjálf. Þannig að diggur stuðningshópur sem ánægður með. Þannig að, og það er gott að vita að þessu á prófuna því að, þú veist, ef það er ekki dæmi á prófunu þar sem explicitly verið að, þú veist, þið eigið að útfæra tengdan lista, þið eigið að útfæra binary search tree, eitthvað svoleiðis, þar sem ég gera hlutinu sjálf, þá þetta alltaf í boði. Þú veist, eins og til dæmis var þarna classifier dæmi á hlutaprófunu. Það allt í boði þarna, það var allt í boði nema map í rauninni. Þannig að þau getur notað array eða já, þú veist, fyrir utan náttúrulega með map þá átti ég náttúrulega líka við unordered map, en ég ekki viss hvort að það var einu svona í boði. En allavega það var gott að vita á þessu, endilega farið í gegnum þetta, skoða þetta. Þetta ósköp svipið fyrir bara því að það þurft að gera. Listi til dæmis bara tvítengdur listi. Vektor bara nákvæmlega svo þið gerið, nema að þetta náttúrulega allt template klassar. Þannig að
Og þið náttúrulega eini svona stóru munurinn með ykkur og það sem að við ykkar klassa og það sem að í C++ eru þessi blessuðu iteratorar sem að þið þurfa aðeins svona að vita Þannig að það ágætt að svona æfa sig aðeins fyrir próf til dæmis að skoða iteratora ef þið getið þurft að nota eitthvað svona í prófinu. En annars þetta nákvæmlega sama, pushback, popback, pushfront, popfront, þarna þetta appenda og prependa af því að þetta tvítendulisti og það þetta remove, að það ekki? Já, remove. Fjölhagasti datastruktúrin, náttúrulega vektor bara góður til síns brúks, þú veist, gamli góði vektorinn bara. Hann er ágætur. Þannig að já, ég myndi örugglega oftast velja hann bara. Hann er þægilegur. Ekki nema við þurfum að nota eitthvað svona spesifík eins og set eða map, sko. Já. Jú, bæði set og map. Hver er munurinn á set og map? Nú verður brjálæra þegar þú hlustaðir ekki á mig þegar ég var að tala um þetta fyrir. Nei, set og map sko, set er í rauninni bara, nei, map er í rauninni bara sér til þetta set. Nei, öfugt, set er í rauninni sér til þetta map. Ha? Já, hann er í rauninni ekki með hennum pörum. Set er bara með gildin sjálfin í nóðunum á meðan að map, þá er þetta bara með að hengja eitthvað svona value inn á keyjana. Þannig að þú veist, þá er allt raðið, þú veist, þá bara býrðu tré eftir keyjunum og þegar þú sækir eitthvað, þá getur þú sótt líka value. Það er einu munurinn. Þannig að í rauninni ef þú býr til map og hefur bara gildi boolean eitthvað svoleiðis, þá ertu í rauninni bara með set. Þú veist, ef þú ert með keyin bara hvað sem þú vilt og svo value boolean, þá ertu í rauninni bara með set. Og þá ertu set. Aðeins að mjúta hérna fyrir hláturinn. Já, þannig að skoðu þetta, endilega. En þá kemur samt að því munið að það sem ég ætla aðeins að skoða núna er bara í aðeins meiri template-mál. Skoðum aðeins settina. Ítti ég ekki sett. Það er að hafa svona local copy þessari síðu. Já, flott. Ok, skoðum aðeins hérna template-in. Því að við náttúrulega þekkjum það náttúrulega, við getum búið hérna til setta point, jú, ok, það er alltaf gott að blessa með það. Hérna til dæmis ætlum við að ímyndum okkur aftur komin í skunda hérna og við ætlum að geyma alla staðana sem við erum búin að heimsækja, en við ætlum ekki að geyma þá í array, af því að það er náttúrulega línulegt skanna að leita hvort við erum já, aðeins meira kontekst, ef við varum að leysa circular hlutan af skunda, tjekka hvort hann sé búin að fara í hring, þá ein leið til að gera það var bara að geyma staðana þar sem hann var búin að fara í einhverju array eða einhverju vektor og svo bara löpum við gegnum hann og tjekkum í hvers skipti sem við farðum okkur og tjekkum hvort við vorum bara að heimsækja þennan stað áður. En það sem er slæmt við þetta það er línulegt skann, þetta er enn í öðru aðgerð með að við inputið það ekki. Það sé að hvers skipti sem hann stígur eitthvað áfram, þá þurfum við að skanna línulega allt það sem við erum búin að skoða áður. Ef við gerum þetta með set, þar að segja insertum öllum punktunum inn í settið, þetta er ekki svona leiðilegt. Þá erum við komið loggan eða jafnvel konstant tíma ef við erum með hasma eða hasset. Þannig að já, ok, ímyndum okkur að við viljum gera þetta. Við erum rosalega vongóð og það þá okkur massífa villu hérna. Við veitum ekkert hvað þetta þýðir. Jú, það stendur hérna. Error, no match for operator minna en in x minus epsilon. Þá munum við, já, alveg rétt. Map eða set útvart með binary search tree hópurinn hérna, nei, ok, alltaf. Set útvart með binary search tree. Og hvað þýðir það? Ef við ætlum að innsetta einhvern í set, þá þurfum við að geta gert hvað? Já, borið saman. Er eitthvað minna en stærri. Og C++ er rosalega gott við okkur, er að það lætur okkur ekki út frá stærri en virkja og saman sem virkja, er eina sem við þurfum með minni en virkja. Þegar við leiðum að koma með minni en virkja, þá erum við bara komið með stærri en virkja með því að víxla parametrunum og líka saman sem virkja með því bara að spyrja bæði. Þú veist, ef þú er hvorki minni en eða stærri en, þá hlýtur þú að vera eins. Það er að segja ef við útfærum rétt ordering, það er að segja rétt total ordering.
Og það akkurat það sem að þessi hérna gaur gerir. Þessi hérna þetta less-t, ég skal sýna ykkur eftir smá hvað þetta hvernig þetta útfært. En hérna þurfum við eitthvað, class compare. Þetta þurfum við típuna á því sem að fara að bera saman point við point, það að segja, þú veist, hvað það fara að ákvaða hvort eitt point minni en annar. Ok, við höfum 3 leiðir til að gera þetta. Fyrsta leiðin, sem kannski einfaldust, en hún kannski svona stundum ekki alveg við hæfi, að útfæra bara operator const point og A og const point B. Hvernig þetta left hand side og right hand side. Og hvernig var þetta aftur? Return, byrjum bara á x-inu. Já, operator minnen. Annarkvort x-in minnen. Annarkvort sem sagt x-ið á við byrjum að bera saman x. Ef þau eru eins, þá ætlum við að bera saman y-inn. Þá eru komið total ordering manni. Ef við völdum bara að bera saman x-inn, þá gætum við lent í, þá til dæmis, ef x-inn voru eins, þá sagði hann að punktarnir væru eins. Sem slæmt, af því að þá, þú veist, insertir hann, ef við varum að inserta 3,7 og 3,8, þá myndi bara yfirskrifa 3,7. Ef við myndum segja hann að 3,7 og 3,8 var eins. Þannig að við viljum hafa total ordering. Þannig að ef að x-inn og y-inn eru eins, þá viljum við tjekka hvort að y sé minna en y. Nú virkar þetta. Góð, hann satt við þetta, getur einsett að pointin. En stundum þetta bara ekki viðeigandi. Stundum, eins og til dæmis, ímyndum okkur þegar við vorum með string kontakt fjöruð okkar, eða kontaktun okkar. Ef við vildum kannski bera saman kontakta eftir símanúmerum þarna, en svo heimilum svo ekki annar staðar, þá getum við ekki yfirskrifa bara globally minnen virkjan. Og þá, í því tilfelli, getum við bara afhent settinu fall til þess að bera saman. Þannig að, hvernig er þetta compare points? Compare points. Alveg sama fall, bara heitir öðru nafni núna. Ok, þannig að þá getum við afhent SimpleFlux þetta fall, nema að það verður flókið. Nú þurfum við aðeins að stíga tilbaka og læra á eitthvað sem heitir function pointer, af því að SimpleFlux getur oft benda á fall. Þannig að við býðum aðeins með þetta. Þá til ákveðin syntax í SimpleFlux sem að bendir á fall. Og það er bara típa og típan á þessu hérna bara nákvæmlega eins og típan á fallinu sjálfu sem að getum sleppt parametrunum og svo segjum við svona þetta er nú að búið til breyti sem heitir comp, sem er function pointer. Já, þetta þessu bara. Þetta þýðist. Þetta er löglegur SimpleFlux syntax. Þannig að í rauninni function pointer ekki svona, leiðum við bara komast aðeins með hausinn í kringum hvað hann þá þetta ekkert flókið. Þá þetta bara alveg eins og yfirlýsing á falli, nema í staðinn fyrir að setja nafn á fallinu, þá setjum við stjörnum fyrir fram á nafnið og setjum sögutuna og það er nafnið og pointinum á falli. Já. Jú, nú að skýra þetta má vera bara lalli, ef við viljum. Eru sögurnar lauslegir? Ég held það. Nei, sögurnar ekki lauslegir. Nei, sko, þetta er bara pointer. Ef við segjum hérna what af
point 1,1 og point 1,3, þá fáum við bara eitthvað feita villu, já. Af því að þessi pointer ekki að benda neitt. Þetta alveg eins og búa til nýjan pointer og á bara eitthvað stakk á hípnum og svo reynum við að sækja á þess að við erum bara að setja eitthvað inn í það. Þá bara fáum við eitthvað random minnisól og við reynum að vinna með það eitthvað og það veldur krassi. Nákvæmlega sama hérna. Hérna reynir bara Blues að taka það sem í þessi minnisólu sem þessi function pointer að benda á og reynir að túlka eitthvað sem fall og það bara klikkar og þá bara hreinur allt. Og við getum sett þetta fall sem eitthvað annað fall. Þá virkar þetta. Finnst þess að við séum að missa ykkur? Getum að setja stjórnum alveg fram að sko neftir þarna búr, þar sem að gera svona stundum og sem bíl og sem Ég býst við því. Þannig að þá þetta svona meira sem... Nei, það má ekki. Af einhverjum ástæðum. Er hægt að hefta referens á fallið? Ha, þetta referens á fallið, já, það skiptir engu máli. Í staðinn fyrir að búa til pointer þarna á fallið að senda þá fallið sem reference inn í sending. Já, það akkurat það sem ég að fara að gera. Ég ætla bara að sýna ykkur syntaxin fyrir function pointera. Ok, þannig að það sem við gerum þá að munið, þetta klasinn, þetta típan á því sem á að bera saman function point, nei, tvö point. Klass þýðir bara að þetta eitthvað típa. Þannig að þá þurfum við að segja settinu, ok, það sem þú ætlar að nota til þess að bera saman tvö pointera, nei, point segju, þetta hér. Enginn bara eitthvað hvað þetta fallið syntax. Hérna má ég sleppa nafninu á fallinu. Af því að þetta er bara típa. Veistu, alveg eins og ég þarf ekki, ég má ekki skýra það neitt. Já, þetta er bara alveg eins og þegar ef við ætlum að búa til set af int, þá segjum við ekki int a, eitthvað slegist. Þú veist, við erum ekki að segja bara típuna. Þannig að típan á function pointerum er þessi hér. Í rauninni nafnið kemur bara á fáránlegum stað þegar það er function pointer. Þú veist, þannig að eðlilega ef við verðum að vinna með hluti eðlilega, þá myndi það vera svona. Svo myndum við segja, þetta er típan hérna og svo hluturinn sem ég búið til að þessari típu er hérna hægra megin, en með function pointer að líta hlutinni bara aðeins öðru út. Þá kemur nafnið hér. Ok, þetta er ekki nóg. Já, það er rauninni gerist allt sjálfkrafa, nema þetta er ekki nóg. Hvað, hérna, við skoðum aðeins compare, skoðum aðeins smiðinn, þá þurfum við að afhenda honum líka compare-fallið, af því að hann veit ekkert út frá típunni hvaða compare-fallið var að nota. Hann getur bara, hann hefur ekki hugmynd, það getur mörg föll sem að hafa þetta og fyrir utan það, C++ getur ekkert leitað bara í föllunum okkar að ykkur sem passar akkurat inn í þetta description. Við getum átt, hann hefur ekkert aðgang á því. Þannig að við þurfum að segja honum, ég vil að þú notir hérna compare points til þess að bera saman. Og þá virkar þetta. En, svona, með því að sýna ykkur þetta, þá ætlum við að sýna ykkur aðferðum sem við eigum að nota eftir pásum. Og í hliðina ætlum ég að spila byrjunum á fyrirlestunum á þér. Já.
Kannski er svona minna aðstoð svona minna sem fyrir svona fatta með sjálf þannig að en þú veist þegar eru búin að fatta hlutina þá eru þeir ekki flóknir en það sem þið hafið þurft að gera.
Ok, það sem ég ætlaði að segja þetta er alveg viðbjóðslegt að horfa á og reyna að lesa. Eins og þið kannski sjáu, þið þurfum ekkert hjálp við að sjá það. Þetta er ekki það sem við viljum gera. Og í C++ er til miklu skemmtilega aðferð til að gera þetta. Ég hefði alveg yes, ég ránaði með það. Hún kann kannski að hljóma svolítið flókin, en hún er í sjálfur sér ekki flókin. Það sem við þurfum að gera þá er að búa til eitt lítið strakt
það er ekki ræðilegt. Köllum það bara point comparer. Og nú kemur kannski svona pínu shady hlutur, en ekkert samt mikið. Við þurfum að yfirskrifa einn operatorinn í þessu strukti. Og það hann hefur í rauninni þetta hérna. Hann tekur inn, þú veist, point og point, en það heitir þessi operator. Það er svo góð spurning. Við erum ekki útskrifa minnin operatorinn, því miður. Þau heitir hann operator, svíu opnast, svíu lókast. Ok, en þá með mér. Allir sáttur við þetta. Allavega, sko, ef þetta væri einhver annar operator, til dæmis bara operator plus eða eitthvað, þú veist, verður þið sátt við þetta. Allir sammála því, bara þetta er yfirskrift operator inn í einhverjum klasa. Þetta er ekkert flókið. Þetta er bara alveg eins og við erum útfæra eitthvað fall, nema það bara heitir operator eitthvað. Sjáum að slokast. Ok, hvað er það? Sko. Þetta þýðir það að við getum búið til svona point comparer. Þetta var bara PC. Þegar við erum svo PC. Þá getum við notað, hvað er þetta? Hvað fyrir bara þetta, PC? Þetta er bara tilvik af klasanum, af struktunum eða klasanum point comparer. Allir sammála því, ekkert flóknar það. Ok, nema það að þegar við útfærum þennan hérna virkja, þá getum við látið klasan okkar hefða sér eins og fall. Þannig við getum ímyndað okkur bara að PC sé fall. Og sagt hérna point 1.2, point 3.4. Þetta virkar. Þannig að þessi hérna operator þýðir bara að við getum tekið tilvik af klasanum okkar og notað eins og fall. Bara sett svíi, þegar það tekið tilvik af klasa, eins og hérna, og það er settur svíi fyrir aftan eins og það sé verið að kalla fall, þá er bara kallað þannig operator, hérna, svíagur. Og þetta er ástæðan fyrir því, þið hefur kannski lent í því hérna, og kannski ekki skilið villuna, ef við reynið að búa til tilvika klasa og kalla á tómasmiðin svona. Við ætlum að búa til, veist að því að við ætlum að búa, ef smiðurinn tækir einhverja tölu, þá getum við gert þetta hérna. En ef við ætlum að kalla tómasmiðin, þá megum við ekki hafa sviga einu sinni. Og þá hafum við lent í, akkurat, þá hafum við, á þetta allt inn bara núna. Það er svo típist. Nei, já, nei. Nei, ég hef ekki hugmynd okkur að þetta virkar allt í einum. En allavega í hugsanlega undir einhverjum öðrum kringstundum. Maður getur fengið þarna villu sem segir, þú veist, það er ekki búið yfirskrifa operator sviga fyrir þennan klasa. Já. Já, eins og af því að það er default engin operator sví á klösum, það ætti hann að kvarta yfir því. Þú veist, ef ég segi núna, ég sé svona, segir hann, það er ekki til neitt sem að, þú veist, það er ekki til hérna, það er ekki búið að útfara operator sví opnast lokast falli. Þannig að, ég þoli ekki þegar eitthvað svona lagast þegar ég ætla að sýna fólki hvað er að. En já, nú getum við notað þennan klasa og það er til svona fancy nafnið þetta sem heitir functor. Það er hérna fall sem við getum sendt á milli. Þannig að nú eru komið með rauninni, við getum ímyndað okkur bara, þessi klasi, þessi point compare klasi, hann er rauninni bara fall sem við getum sendt á milli. Bara hérna er eitthvað fall til að bera saman, punkta, gjöra svo vel. Og það er akkurat það sem við getum notað í staðinn. Þá getum við sagt við hérna Simple Blues, notaðu bara point comparer.
Og þá þurfum við ekki að setja neitt inn í smiðin á, það ekki til neitt sem heitir point M. Við þurfum ekki að setja neitt inn í smiðin á settin okkar, af því að það sem að C++ sér að gera að smíða bara nýtt tilfelli af point comparer og svo bara notar hann operator fallið sjálf. En svo ekki konstruktorinn hérna. Sjáðu hérna. Ástæðan fyrir því, skoðum hérna aðeins hvað þau gerst ef við ekki sendin neitt hérna comparer hérna áðan, þegar við vorum að senda inn sko function pointer. Fáum við villu, eða þess að þá fáum við crash. Ástæðan fyrir því, sjáum við hvað default gildið á comparernum er. Hann kallar á eitthvað svona tóman smið á key comparer. Ef þú gerir það við eitthvað pointer, þá er líklegast fyrir null pointer eða eitthvað óskilgreind hegðun sem á sér stað. Þannig að þarna bara smíðina sér eitthvað fall, af því að hann veit ekki hvaða fall hann á að kalla á. Þá mun hann hérna bara smíða eitthvað pointer sem að bendir annarkvort út í buskan eða er bara null pointer og svo reynir hann að nota það sem fall og þá feilar allt. Þess vegna verður hann að taka við comparer hérna. Hérna virkar þetta. Hérna segir hann, comparerinn er bara, þá kalla ég bara default smiðin á key compare. Og í þessu styrjöld er það point comparerinn okkar og hann smíðar bara nýtt tilfelli honum og það er bara akkurat það sem það þarf. Og þetta líka sýnir það hversu öflug templatein er í C++. Og þetta svona highlightar það að templatein gera ekki neitt, svo lengi sem hann er syntactically correct kóði, þá gera þau ekki neitt í kóðan okkar. Af því að þarna sjáum við að þetta getur bæði nota klasa og fall í nákvæmlega sama tilgangi. Við skoðum hérna Já, ok, hérna er hann að útfæra alla virkjunum hérna. Hvað var ég hér? Já. Þannig að það sem hann gerir, að einhverjum tímapunkti kallar hann á, að ég ætla að kompera hérna, það var að kompera 2 pointa, þegar það búið að copy-paste allt inn í template okkar, þá segir hann bara, comparer point 1, point 2. Og þið sjáu það að þessi syntax, þetta er henni templatein virkar syntax, ekki á einhverju merkingu sem er á bak við kóðan. Þannig að þessi syntax virkar bæði ef þetta er klasi sem er búin að útfæra operator sviga eða fall. Þannig að þeir sjá að þetta er allt saman gert á þýðingatíma. Hann bara copy-pastar inn og ef að, basically hlutinni passa, þá þýðist það. Alveg saman hvort er klasi eða hvort er fall. Hallói. Ekki leið. Og er ekki mindblown, svona pínu mindblown. Það er alveg að sýna hvað templatein eru öflug með því að vera svona geðið heimsk á vissan hátt. Það er að segja að þau bara copy-pasta fyrir okkur og með því getum við gert svona hluti sem að þetta er til dæmis ekki hægt í mörgum öðrum fórhundunarmálum. Að setja klasa og fall inn á saman stað. Eina sem er dettur í hug var í Python. Það er einmitt að því að það er lazy. Það gerir hlutina bara, það er einmitt vinnur svolítið svona syntax. Það bara reynir að gera það sem að stendur í kóðanum okkur. Ok, en nú ætlum ég að fara út í ennþá meira city-hluti og ég ætla að tala city-hluti í korter og svo ætlum ég að tala í 90 mínútur í næsta tíma. Af því að nú erum við ekkert að nýta okkur það að þetta sé klasi. Klasar eru svo merkileg fyrirbæri, þeir geta gert ógeðslega mikið. Þannig að þetta getur til dæmis búið til smið. Og við erum með private breytur, til dæmis less, eitthvað svona. Þetta getur við sagt, til dæmis við erum með ákvörðun það hvort við ætlum að segja
bera punktana saman í öfurröð eða réttri röð. Það sem sagt, við erum með svona boolean. Og þá getum við sagt hérna point compare bool less. Bara að hafa það default true. Og segja hérna less. Þá getum við haft þetta fall svona if less, og við skila þessu. Við svona ekki herma eftir þessum kóða. Else, þá viljum við svissa bara merkjunum hérna. Ok. Þetta virkar ennþá því að það er rauninni default smiður af því að hérna, point compare hefur less true, en núna getum við actually sendt inn tilvikið sem við viljum að beri hlutina saman. Þá getum við sagt hérna point compare með false. Við getum sagt honum, þetta er típan af þetta er típan, þetta orðið á flókið. Þetta kemur svona svipur, þá finnst mér það. Nú er ég búinn að smíða, ok, smíða hennar. Þú getur smíðað tilfellið á point compare með false, þá ber hann punktana saman með því að nota stærri en ekki minna en, og ég get afhenda honum þennan point compare. Þá í rauninni kallar hann ekki á default smiðin, þá í rauninni smíðar hann ekki sjálfur tilfelli, heldur smíðum við, afhendum við honum bara tilfelli sem við vorum að smíða. Og núna já, iteratorar verða hérna ástæðan fyrir því að við viljum ekki nota þennan gaur er að ímynda ykkur hvernig það var að búið til iteratorum fyrir hann. Og s.begin s er ekki jafnt og s.end og s++. Já, 1, 3, já. Takk fyrir. Svona. Við getum sagt hérna cout 1. Það er ekki til neitt sem heitir. It 1x það já það er með hennan, já, með hennan ok, og 1x 1 hérna sjáum við að þetta er í þetta er engu. Hvað er í gangi? Þetta er bara less true. Hvað er að gerast? Er að kalla vitlaust? Já, þetta er S2, það er rétt hjá þér, takk. Ó, vel gert. Sjá, hérna komum við í öfurröð. Ja, þú veist. Í minnkandi röð, öllu heldur, með við x-nitin og ef ég breyti þessu trú, þá koma þeir í vaxandi röð. Þannig að þetta afhendum við bara hérna afhendum við settinu, hvernig hann á að bera saman punkta og hann notar það. Og þá, af því að þetta er bara eins og þá fáum við allt í réttri röð fyrir við iteratirum í gegnum það. Þannig að það fáum við í þeirri röð sem að hann byrður. Og ef við viljum vera rosalega sniðug, getum við prófað eitthvað svona, sjá hvað gerist. Ja, með false, hvað gerist þá?
Akkurat. Þá heldur hann bara að allt sé eins. Af því að muniði, hvernig ákvarðar hann hvort að eitthvað sé eins? Hann tekkar hvort að, ef þú veist, hvort að x og y sé eins, hann tekkar hvort að x er minni en y, hann fær nei, tekkar hvort að x er stærri en y, hann fær líka nei, þannig þá heldur hann að sé eins. Og þar af leiðandi heldur hann að hann er eins eftir fyrsta, og svo heldur hann að allt annað sé eins og fyrsta, þannig að hann bara sleppir eins eftir það. Góðan, þetta er stórmerkilegt. Hvaða forlíki? Þessi hérna, já, hún er svolítið svolítaleg. En muni, þetta er ekkert flóknara, það er iterator. Og það er subklassi af set eða mapp eða vektor af hvern sem við ætlum að labba í gegnum. Muni, það er iteratornir. Og svo verðum við að gefa nákvæmlega típuna af fyrirbærinu sem við erum að labba í gegnum. Þannig að það er ekki nóg að segja set a point, heldur við erum líka að segja hver comparerin er, af því að við erum ekki nota default comparerin. En þá sjáum við hérna, ef við skoðum aðeins aftur templateið, þá sjáum við hérna að hann er með eitthvað default comparer. Og af því að við þurfum að kannski spyrja ykkur aðeins spurninguna, af hverju virkaði þetta þegar ég bara yfirskrifaði minn en virkja? Bara af hverju virkaði það allt í einu? Og það er akkurat það sem er hérna í STL function, það er hérna undir other vantarlega. Já, functional, getur við. Undir STL function, þá sjáum við að það er búið að yfirskrifa, það er búið, já, stakka aðeins, það er búið að útfæra fullt af, við skulum ekki fara í eitthvað bit við sem hérna. Hvar varum við minn en hverjum? Hérna. Hérna er einmitt minn en hverjum sem var að kvarta yfir á það. Sjá, hann heitir less. Og hérna sjáum við að við getum haft funktorana ennþá flóknara því við getum haft template funktora líka. Skulum nú útfæra hann sjálf. Já, við höfum alveg 9 mínútur í það. Gerum þetta. Þannig að það sem er default gert þegar hérna þetta less bara með hérna stóru elli svo við konfliktum ekki. Það sem að C++ gerir, default, hann á fullt af svona klösum og hann segir hérna less og hann útfærir hérna operator hérna og eina sem að þessi, já, hann segir náttúrulega const t hvað að segja bara, já, hvað er þetta p, parameter 1 eða eitthvað hann skila bara t1 minn en t2 þess vegna var kallað á operator minn en á það af því að þetta er default parameterin inn í í rauninni default parameterin þegar við erum að útfæra svona point set er að kalla á less t nei, hérna point t og sjálfkrafa mun að nota þetta hérna fall til þess að bera saman eða þennan faktor sem er sem sagt þennan klasa til þess að bera saman 2 punkta. Allir sáttir. Er einhver sáttur? Ég er búin að gleyma því að yfirskrifa minna en operatorinn og það virkaði. Já, það var nefnilega hægt. Það var fyrsta lausnin okkar. Það var þetta út bara að segja þetta fallina heitir bara operator svona, operator minnen. Og af hverju það sett? Eða er það góð? Ha? Ok, er það sett að gera svona? Ég er bara búin að gleyma því. Þú voru að gleyma, allt í góðu. Ég sé búin að missa krátið þannig að við getum alveg hérna að bakka bara, það er fínt. Já, þetta er gott og slæmt, þú veist, þetta er gott að þetta er einfalt. Þannig að ef að, þú veist, til dæmis að þetta bara meikar sens alls staðar í forritinu okkur að bera saman punkta á þennan hátt, bara go for it.
þetta er bara fínt. Þá þurfum við ekkert að vera vesenast með ógeðslega nöfn og eittaritum og eitthvað svona. En ef við þurfum að bera hluti saman á einhverjum marga vegu, eða þú veist, þetta er ekki svona ef þessi aðferð meikar ekki sens á einhvern svona universal hátt að bera saman punkta á þennan hátt, þá viljum við gera þetta hinsegin. Þá viljum við búa til eitthvað fall sem við notum til þess að bera saman. Já, akkurat. Og hún meira að segja það almenna að við getum afhent klasa sem getur haft eitthvað state til þess að ákveða hvort að hlutinir eru eins eða ekki. Eins og hérna, ég get afhent klasa sem ákveða hvort er minni eða stærra en. Og já, nú til dæmis ætti þetta að virka. Já, þetta má ekki. Nú til dæmis virka þetta. Það er að segja að þetta er bara nákvæmlega það sem er default hegðunin, þú veist. Ef ég sleppið þetta less point, þá það sem gerist sjálfkrafa er að C++ skoðar sinn eigin less sem lítur nákvæmlega þess út og svo sem ég gerir, nema að hann bara skrýtnar í útliti og hlutinir heita skrýtnar í nöfnum. En ef ég ignorið þetta hérna, hann erfir einhvern annan funktor, þá sjáu þið að hann lítur nákvæmlega þess út, bara nákvæmlega það sem ég gerir. Breytum aðeins nafnunum, þá er bara nákvæmlega það komið. Og já, hann er klasi. Að því að klasar er ég að kalla struct point comparator klasa, já. Að því að klasar geta hegðað sér eins og fall. Með þessum operatorsvíi, þá getum við látið klasan okkar hegða sér eins og fall. Ég hef bara eftir næsta tíma. Já. Já, struct og klasi er sama. Ég nota bara synonymously. Hvað sér þið? Nei, þetta er góð spurning. Er ekki munurinn á cross? Já, akkurat. Er ekki munurinn á struct og class, annað er called by reference og hitt er called by value? Nei, það er í C# hins vegar. Þannig ekki rugla mér saman með Patrik. Sem er ekki droslega öðvöld, erfitt því að hann er frá Portugal og ég ekki. Já, þannig að það er ekki munurinn á struct og class í C++ er engin. Fyrir utan það að bara default aðgangsstýringin eða default er allt public í struct. Þessum notum við, annars hefði ég hefði getað sett þetta class, þá hefði ég bara þurft að segja hérna public. Þá virkar allt eins. Þegar ég nota það sem ég var að virkar allt nákvæmlega eins. Af því að struct, class, nákvæmlega saman hluturinn, nema bara að allt er default public í class og allt default public í struct en private í class. Einu munur. En já, þannig að til þess að taka hérna 3 myndir ég fara aðeins yfir þetta. Ég myndum okkur bara að við séum ekki með þetta template, svo við séum ekki að vera glukkur of mikið í einu. Þá breytum við þessu bara í point. Þetta er það sem gerist default. C++ sér, ok, þú ert að setja hérna point inn í set. Þannig ég ætla, og það er til eitthvað template klassi, en ég myndum okkur að hann lítur bara svona út. Þannig að þá ætla ég að láta þennan hérna funktor vera það sem ber saman punktana hérna. Þetta sé public? Jó, sorry, þetta voru struct. Aldrei fara í íslenskan neitt. Og þá virkar þetta hérna. Þetta er bara nákvæmlega það sem gerist bara by default í C++, er að hann sér, ok, þú ert að fara að setja hérna inn eitthvað fyrirbæri, skiptir ekki máli hvað það er, default hegðun hjá mér er bara að kalla á minnen virkjan á klassanauðin. Þannig að, þú veist, ég segi bara, og muniði, template, þannig að hann segi bara, þú veist, þetta minnen þetta. Svo bara þegar hérna, C++ reynir að þýða kóðan eitthvað, þá sekkar hann, ok, þú veist, já, ok, þetta var að típinu point, ég ætla að sjá hvort það sé, ég finn einhvers staðar hérna klasa sem að, eða hvort það sé búið yfirskrifa á nokkuð minnen virkjan fyrir point. Ef hann finnur það ekki, þá gefur hann okkur villu.
Og munið að villan sem kom akkurat hérna upp síðast. Hann sagði, ég kann ekkert að bera, við getum bara að segja, demonstrata þetta. Já, hvað sem það er? Svo, villan kemur nákvæmlega hérna. Hann segir, ég kann ekki, ég veit ekki hvernig ég bera saman í þessu sulli hérna sendur einhvers staðar per og per. Já, þannig að ég kann ekki að bera saman x og y ef að þau eru per. Leið hann er búin að útfæra þennan virkja, þá hættir hann að kvarta yfir því, af því að hann bara setur inn í templateið, copy-pastir inn í templateið, þetta er allt point, og svo þegar hann er að fara að bera saman point, þá töður hann, ok, var nokkuð til operator minnen fyrir point, hann er til, þá gengur allt smooth. Við reynum að gera þetta operator stærri en, virkar ekki neitt. Jú, það var náttúrulega virkað þetta. En, já, og í rauninni það sem til að gera þetta generalt, eru þið sátt við þetta? Sorry, hver er ekki sátt við þetta? Ég megi... Þetta er sem rauninni milliliðið, þetta er auka milliliðið eins og C-kompælinn gerir þetta raun og veru. Já. Það er að setja inn milliliðið sem er þarna raun og veru. Akkurat. Það kann að síðan í samanburðarvirkja. Akkurat. Hérna er bara að nákvæmlega gera það sem að Silverblue gerir sjálf. Ég er að útfæra það bara frá grunni. Er einhverja fleiri spurningar í bili? Ég mun tala nóg faktora í næsta tíma. Þetta er eitthvað sem mun hjálpa ykkur með auka dæmatímaverkefni 5, eða auka verkefni 5. Það sem ég fyrir í næsta tíma. Það er ógeðslega skemmtilegt. Það er engin sannfærður.